Instagram. Góðan daginn, kæru áhorfendur. Afsakið hvað komið seint til leiks. Það eru búin að reyna 30 mínútur á klukkunni. Leikurinn er reynda búin að vera stopp í einhverjar 6 mínútur núna vegna meiðsla hjá fyrirliða Vestra, hjá honum Elmari Atla. Og því miður lítur þetta bara satt að segja ekki vel út. Það varð eitthvað samstuð og leit ekki illa út í raun, en þetta lítur ekki vel út með hann hins vegar. Ég heiti Jón Stefán og ætla að sjá að lýsa þessu fyrir ykkur. Þið verðið afsaka það, ég var nú bara fenginn í þetta fyrir 2 mínútum eða svo, þannig að ég var svona aðeins eftir að kynna mig liðin. Fer kannski betur yfir þau í hálfleik. En þið meðið endilega vera dugleg ef einhverju athugasemdir við útsendingunni eða eitthvað svoleiðis að koma þeim á framfæri við okkur í gegnum YouTube-chatið eða eitthvað svoleiðis. En já, eins og ég segi, leikurinn er örugglega ætli að sé ekki meira að segja nálgast 8 mínúturnar sem hann sé búinn að vera stopp núna. Þannig að það er augljóst að það verða miklar tafir. Og einhverjum þetta vegna virðast þeir ekki þora að lyfta honum upp á börurnar. Þannig að sennilega eru þeir bara að bíða eftir viðbragðsaðilum hérna. Þannig að einhver verður töfin í viðbót. Það er best að taka það fram svo að fólk hafi nú ekki áhyggjur að Elmar er nú með meðvitund og allt slíkt. Þetta er ekki þannig að hann hafi fengið höfuðhögg eða eitthvað slíkt. Hann flæktist eitthvað í fótfornum á honum og maður hélt nú bara rauninni í byrjun að það myndi bara standa upp og labba út af, en
Svo virðist aldrei ekki vera. Hann er þarna, sjáðu. Þarna. En það er ágætt að menn taki enga sénsa með svona lagað. Því afsakið það, ég ætla ekki að vera að bladra hérna allan tímanum meðan við erum að bíða. Læt ykkur vita. Kem inn leið og leikurinn fer í ganga aftur. Lítinn ás. Þú veist ekki mjólk? Ég har hérna. Það er sjúkrabíll að fara að taka mig. Það er sjúkrabíll að taka mig. Það er sjúkrabíll að taka mig. Sjúkrabíll að taka mig. Ég er ekki með pening. Nema ég leita á þig. Nei. Ég veit ekki alveg hvað þetta. Bróðir minn var Við ljósastöðin eða stegin. Þetta heimist. En stundum við erum að segja ykkur að fara. Já, kannski ekki. Vilja þið sjá það? Hæ. Það er bara að setja hér. Dagur. Þessi er hjálminn. Nei. Sjá. Hei. Er þetta sín? Er þú ekki? Við erum að kemja Það það. er Við erum að spila. hvar? Hér. Núna? Af hverju? Þú verður að segja mér þá, þú verður þá að segja mér hvað staðan verður. Að hverju maður? Þið getið bara að séð það á netinu líka. Nei. Keflavík á netbótinu. Það voru strákar. Þeir voru í Við erum örgulega að fara að keppa út í sömu keppnastokkunum. Það verður að trufla eitt strák þarna. Hann er þarna, það er markmaður. Hann er í bláu og svörtu peysinu hérna við grindum. Við vorum ekki lengi að finna hann. Og hérna. Glöð. Ég er ekki glöð. Það er hérna, það var Grindavíkurmenn sem
trufla markmanninn. Þeir fæ ekki að þetta bara. Geðveik easy. Og trufla markmann að tala endalaust við hann þegar þeir skoruðu. Og þeir voru í úrslitum. En þeir voru sko í öðru sæti. Í D-liðinu eða C-liðinu. Fyrsta sæti líka. Jakob Gunnar. Já. Þetta nei, í hinu liðinu. Þetta er best. Hann var, einn maður hann í númer 10 vestri, hann var Haha, Hermann, þú náðir ekki að gera þetta. Er einhver sem þig þekkir sem er að keppa? Nei, minn. Já, hann er annar niðri. Hann er í appelsínugulum skóm og hann er í appelsínugulum. Nei, hann er númer 19. Siggi. Hvað eru þau lengi? Þeir eru að gera rosa mikið þetta. Fóturinn hans þau eru bara farið í öða. Nei, það er ekki með öxlin. Öxlin? Á, hún dættur upp á axlinni. Hvernig finnst þú það? Vinur pabbi sagði það. Eru þær bara með pizzu? Íris! Hver er með þessa tónlist? Hvað eru áttin en litla strákur? Nei, hver? Ég? Nei. Vinkona mín, þetta er bróðir Júnía. vinkonu minnar. Þetta er Júnía. Hún er Þetta í er ekki skóla. Júnía, þetta er vinkona, nei, þetta er bróðir Júnía. Þú veist ennþá með sósun á kinninni, sko, elskan mín. Er þetta Júnía er ekki gera, sko? Víst, hún var... Já, var hún ekki? Já. En hún er farið aftur í glerskóla. Nei, Er ég þá ekki í glerskóla núna? við erum búin með grunnskóla. Þegar hún var, þegar hún var í skóla. Hún var í smáskilu, svo bjóðin eða bara hérna upp. Hjá Viktoríu. Já. Eru bara að gista þar. Er hún að fara í annað eða vatn? Ég ætla ekki enn. Hver er vatn það? Hún ákvað það. Hvað er þetta? Verður sá svo farinn. Sest í hann. Já, farðu bara inn á bað. Þetta er sko alveg hérna. Farðu bara inn á bað. Farið bara. Svona. Já, svona. Heyrðu, kæri áhorfendur, það er sem sagt núna búin að vera 20 mínúna stopp á leiknum Stelpur, farið núna. og ég ákvað nú bara að hlaupa niður eftir og spyr ég Bjarna þjálfara hjá Vestra hvað gengi á og þetta er sérst ekki hættuleg meiðsl, þar að segja eitthvað til að óttast en hann er illa meiddur á öxl, Elmar, og þess vegna vildu eðlilega ekki óvanir menn á börum hreyfa hann og sjúkraflutningamennir eru að búa hérna hann og það verður sjást einhver smá töf í viðbót á þessu en Elmar allavega er í öruggum höndum. Svona ef að þið kæru áhorfendur á Vestan eru að hafa áhyggjur þá er ekki mikil ástæða til þess sem slík nema náttúrulega hræðileg meiðsl að sjálfsögðu. Ég kem aftur þegar leikurinn byrjar. Halló.
Það er semst verið að bera Elmar af velli og sjálfsög óskuðu honum góðs bata, áhorfendur og leikmenn klappa hérna fyrir honum. Og ég ætla að ítreka það eins og ég segi að hann er illa meiddur á öxl, drengurinn. Þetta er ekki, sem við segjum, eitthvað lífshættulegt eða eitthvað slíkt, en aldrei, að sjálfsögðu, aldrei skemmtilegt þegar svona alvarleg meiðsl kom upp. Síður en svo. En klukkan sýnir núna 45 mínútur. Það merkir að það hefur orðið 20 mínútna töf undabil af 20 mínútna töf á leiknum. Og við spilum þá til að klukkan sýnir 70 alla klukkan. Það er merkilegt að það kann hljóma. En leikurinn er að hefjast og það er Robert Blakala sem að fara að spilna hérna til leiks, eða náttúrulega verður athyglisvert að sjá hvernig liðin koma tilbaka eftir þetta. Já. Mjútaði bara. Já, en leikurinn kominn aftur í gang og við skulum einbeita okkur á honum. Og ég er nú einn af þeim lýsendum sem er ekki að lýsa því sem að fyrir augum ber, þið sjáu það vel. Ég reynir svona að kynna fyrir ykkur nöfnin sem að, svona eftir því sem að það kemur. Hérna er Sveinn Elías Jónsson fyrir lið Þórsara, hann spilar í vinstri bakverði í dag, en betur þekktur sem hægri kantmaður. Með honum í vörninni eru Loftur Páll Eiríksson og Hermann. Og í hægri bakverðinum er sýnibunni vera Bjarki Þór Viðarsson. Á miðjunni eru Sigurður Marín og Ólafur Aron og Jónas Björgvin. Og fremstu þrír eru Alvaro, Jóhann Helgi og Ísaró. Það eru vestramenn sem sækja hérna og þeir eiga hér hornspyrnu. Það var nú töluverður vindur hérna í byrjun leiks, hafgóla, en það er að lægja. Og ég þekki nú ekki öll nöfnin. Ég þekki nú öll nöfnin reyndar í vestra, en ekki svona í útliti. Þetta var hins vegar gott færi sem þeir fengu þarna. Eftir hornspyrnu frá Túfa. Sýnist mér þetta að vera Túfa, já. Nei, þetta er Viktor Júlíusson. Hjá vestra þar ég svona að fá að kynnast nöfnunum eða leikstöðunum hægt og rólega. Þeir eru alveg eins og Þór að spila 4-2-3-1 og er eitthvað aðeins vesen á Túfa sýnist mér hérna frammi. Dómarinn er eitthvað að huga á honum. Ætlar að ganga brösulega hjá okkur hérna. Já, fer leikurinn fyrir Hermann Helgi, ber upp boltann hérna. Finnur oft þess maður geta svona áður en að þessi meiðsl komu upp og áður en að við komumst í loftið að Vestri er búinn að eiga langbesta færi leiksins. Þeir skutu í stöng á hann úr dauðafæri og það var Sergin Mahmoudou Fall sem náði svo frákastun eftir það stangarskotið. Ég held að það hafi verið Viktor sem átti stangarskotið. Og Aron í markinu og Þór varði frábærlega frá honum. En Vestri menn hafa verið sprækari í upphafi leiks þó að Þórsararnir hafi ógnað aðeins úr nokkrum hornspyrnum sem þeir fengu. En svona heilt yfir hafa þeir bláklæddu verið örlítið sterkari og ekki mikið sé. Má búast við því að þetta er nú búið að vera svona, það er nú ekki búið að nást upp mikið spil hjá liðunum og
lágum hver sem vill eftir 20 mínútna hlé á leiknum. Tekur nú örugglega smá tíma en Þórsvöllurinn sjálfur hefur nú sennilega sjaldan verið betri. Og engin afsökun til lengdar til þess að ná ekki að spila góðan fótbolta. Það Ísaró sem sækir hérna hratt. Og það Daniel Badu og Sergin sem voru þarna að loka á hann. Búinn að vera nokkuð pirringur á milli þeirra félaga Ignacio og Alvaro hérna í byrjun. Gaman að því. Góðir vinnir. Það ætla að vera ekki að keppnin aldrei harðari þegar góðir vinnir mætast. En það virðist vera svona þegar vestramenn missa boltan þá detta þeir niður í 2-4 manna línur. Verjast þétt og breyka svo eins og við sjáum hér. En eins og ég segi, ekki droslega mikið af færum í byrjun. Athyglisverð gabbreiðing. Sjáum það best hér hvernig vestri vill verjast í 4-4-2 þegar þeir verjast. Með Viktor og Túfa fremsta. En eiginlega komin niður í 5 manna vörn núna, meira að segja. Já, þetta er alveg híklaust 5 manna vörn. Það er eins og þeir hafi breytt þessu sennilega eftir þessi meiðsli. Þeir eru í 5-4-1 núna þegar þeir verjast, það er bara gamli góðu 3-4-3 með boltan. Þetta er byrjuðu klálega í 4-2-3-1, þannig að þetta er svert. Bið ykkur líka afsaka það er myndavélinn hallar aðeins hjá okkur að fóturinn er aðeins að stríða okkur en þetta verður bara að duga. Ég taki vilja fyrir verkið. Dæmt hérna aukaspyrna á Þórsara fyrir sóknarbrot. Það var lítið bakgrinding. Það hefur verið leikmaður nr. 2 sem kom inn á fyrir hann Elmar, það er hann Milos Ivankovic. Kemur hérna hægra megin í vörnina. Í hafsendinum er Friðrik Þóri Hjaltason og svo verð ég svona að fá að reyna að sjá þetta hægt og rólega. Bæði lið eru svona, já, til þess að gera bara búin að vera nokkuð þétt, lítið opnanir. En eins og ég segi, það er alltaf svona í besta falli undarlegt fyrir leikmenn að taka svona langra pásur. Akkurat eiginlega í miðjum hálfleiknum. Þetta er eiginlega leikur eins og bara skipt í þrennt. Og það kemur mér ekkert óvart þó að þessi fyrirháleikur færi nú bara nokkurn veginn í það að koma sér í gang aftur. Truflar ekki Róbert í markinu. Það er erfitt að fara aftur fyrir vörn vestra. Það liggja frekar aftarlega leið og Þórsararnir fá bolta.
Batu hérna reynir sendingunni fyrir Viktor Tufa. Þetta nú eins svolítið lýsandi fyrir hvernig þetta hefur verið í byrjun. Tufa hefur verið sprækur hérna í byrjunleiks sem að Viktor hérna frammi. Þarna Nacho í góðu færi. Betur fyrir okkur Þórsara að setja hann niður. Það komið held ég örugglega bara 1 gult spjald í leiknum og það var Nacho sem fékk það fyrir einhverjar smá hrindingar. Ekki mikið í því. Svona hjá Þór hefur nú Alvaro verið líflegastur. En hérna nú Jóhann Helgi í ágætri stöðu. Nei, þetta gerir hann vel. Friðrik. Nei, þetta ekki Friðrik. Þetta Ívo. Góð pressa hjá Jóhanni og Aroni. Kemur krossinn og þarna eitthvað samskiptaleysi. Setja hann út af spurning hvort að Jónas kastar sig ekki bara langt inn á teig. Að finna Jóna líka. Fleiri hvíta treyjur inn á teginn. Þetta getur gengið upp, sjáum til. Bjarki Þór setur hann hérna inn fyrir. Jónas, við erum að reyna svona að taka snögg innköst, reyna enda verður þetta að gera stratt til þess að brjóta þessu vörn og baka aftur. Og það útspark. Spilna frá Róbert. Hann tekur þennan. Sjá. Það gera þær vel. Fínt spil. Sigurður Grétar. Þetta fór hann auðvaldlega niður. Mjög auðvaldlega. Einhverjur er hengt að spjalda þetta Tufa sem fór niður hann. Þetta er alltaf aldrei spjald. Og mínum að þetta er aldrei aukaspyrna, en það er aukatriði, ég er ekki alveg hlutlaus í þessu. En enga síður eiga aukaspyrnu hérna á stórhættulegum stað. Það sýnir svona hálft vestraliðið hafa mikinn áhuga á að taka spyrnuna. Ég grunum að verði samt Nacho sem að taka hérna á endanum. Það er hann og ég sé ekki hver ræði við hann þarna. Sýnast núna að vera 10 mínútur til hálfleiks og við athugið til hálfleiks þó að alla klukkan sé að sýna 60 mínútur eða klukkan hérna í útsendingunni hjá okkur. Þetta er ekki villa. Sé ekki hvað stendur yfir boltanum hann með hann Nacho. Nacho leipur yfir boltan. Já, þetta er yfir. Lítil hætta. Hermann Helgi með boltan hérna, finnur loft. Þórsar þurfa aðeins að ná að tengja betur í fætur á fremstu mönnum. Þeir ætla að ná að brjóta þessa vörn og baka aftur. Eða svona. Nær Ísaró eitt boltanum ekki fyrir. Það er hann. Mílos. Þeir að vera fyrir þessu.
eitt innkasti sem Þórsararnir eiga. Sýnist nú, nei, þetta hornspyrna. Nei, ég tók ekki eftir því. Það komnar 16 mínútur fram yfir, heyri ég, sem merkir að það eru þá allavega 4 til hálfleiks. Það er aukaspyrna, ég er bara... Skal viðurkenna þau á truflar á máf. Fór að horfa á það. Sennilega fyrsti lýsandi sem lendur í því. En allavega Ólafur Aron er að taka hérna spyrnu, hann er frábær spyrnumaður og við Þórsarar hefum verið hættulegar í fyrstu leikjónum okkar í ár í fyrstu leikadröfum heldur en síðustu 5 ár, þannig að þetta verður fornilegt. Það jinxaði hann alltaf laglega. En þeir ná að hreinsa þetta. Það er Sigurður Grétar sem er að íta honum inn á, Daníel framlengir. Ólafur Aron, komst honum inn á teigdrengur, nei, setur hann upp í hornið á Bjarka. Með hundi eltur á Daniel Badou. Það er ekki í krossinum, fellur Ólafur Aron. Finnur Hermann Helga. Svenni reynir að setja hann upp beint í Sergin Mamadou, hann langar ekki að lenda í kapphlaupi við hann. Þetta er hættulegt. Hann finnur engan. Túfa með boltarinn úti. Þá loksins náði ég að sjá hver þetta er. Þetta er hann Rafael José Navarro Mendes sem er hann að vinstri bakvörður hjá Vestra. Ég er búinn að bíða eftir því allan leikinn að sjá baki hjá honum. Við skulum bara kalla hann Rafael. Þá er þetta nú svona nokkurn veginn að verða komið hjá mér. Hjá Vestra er þess að Túfa spila fremstur. Sergin Mamadou er hérna hægra megin, sem merkir að Sigurður Grétar er vinstra megin. Fremstur á miðjunni er Viktor. Fyrir aftan hann eru Nacho og Daniel Badou. Hægri bakvörður er Milos Ivankovic. Miðverðirnir eru þá þeir Friðrik Þórir og Ivo. Ég ætla ekki að reyna að segja seinna nafnið hans. Og svo vinstri bakvörður er hann Rafael Mendes. Núna, hvað heldur að sé mikið eftir núna? 63 komnar. Ég langar að segja að séu sko ennþá miklu meira en 4 mínútur til hálfleiks, en það er kannski vitleysið mér. Ég held að það væri 20 mínútur 2 á leiknum. Sennilega veit enginn nákvæmlega hér. Aron finnur hérna Hermann Helga og sama uppskrift efst. Vantar aðeins meiri hreyfingu á fremstu menn hjá okkur Þórsurum til þess að ná að brjóta þetta bak aftur. Því að bæði Nacho og Daniel er að loka vel á sendingarnar upp í fætur á framherjunum. Það er þétt. Nú eru þau komnir í þessar 2-4 manna línur. Ruglaði með aðeins áðan þegar það sem er að gerast er að kantmennið detta alveg niður í línu þegar boltinn er þeirra megin, eins og maður segir. Þannig að þá leit út eins og 5 manna lína sem þetta er ekki. Þetta eru 2-4 manna. Alvaro er... Það er rétt að minna á kaffiveitingar í Hamri hólfið fyrir handhafa áskottvagn. Pyrraður. Minna fólk að sína kortin við þið. Má kalla hann Rafa. Takk fyrir það. Gerið það. Passu upp á það að ég elska að fá svona ábendingar. Þess að ég segi að gera að koma ábendingar. Þór er hérna með aukaspyrnu, það er Aron Pétursson sem ætlar að taka hana. Hættuleg spyrna. Já, það gerði Rafa vel. Kemur hann frá. Túfa nær honum lengra. Sigurður Marino beint upp aftur. Við erum að horfa hérna á góðan League One enskan fótbolta hérna akkurat núna. Leið 1. Það gerir Ivo vel. Kemur honum í fætur á Sigurður. Er þetta ekki Sigurður? Fyrir eitthvað en Túfa, jú, þetta Sigurður. Vissir hann hana. Það var á. Þetta var góð vörn. Menn er að selja sér dýrt hérna. Þetta er mikilvægur leikur.
Margir myndu halda að Vestri hefði átt, jú, slæma byrjun og allt það, en ekki verið en svo að þeir hafa átt gríðarlega erfitt prógram og gert meðal hans jafntefli við Leikni í Reykjavík útivelli sem er virkilega sterkt jafntefli, gott að fara þar og ná í stig. Hörku lið sem við erum að horfa á hérna. Þetta var svona kæruleysir að gert hjá Viktori, gott að taka hann niður á það. Góðri stöðu. Afsaka Vestramenn að ég sá bara hreinlega, sé ekki alveg hver með bandið eftir að Elmar fór út af. Það er væntanlega ekki tekið af honum, þar sem að axlameiðsli var að ræða. Það er sennilega bara enginn með bandið. Fyrirlega bandið, þarf að segja. Sóknarleikur Þórsara svona, hann mætti vera hraðari og hann er svolítið fyrirsjáanlegur eins og er. Þeir láta hann rúlla tvisvar þrisvar í öftustu línu og svo kemur hann langur upp. Þurfa að ná að finna betur í fætur hann inn á miðið að frammi. Það var hættuleg sending hjá Loft. Þannig að enga túfa kemist inn í hana. Aron er sendingu upp í horn og hún svíður beint út af. Þetta er svona, það þarf að vera betra hjá heimamönnum. Vestramenn gerst virkilega vel í að loka á okkar sóknartilburði. Sýnist eins og þegar ég ætla því miður að vera sannspár um það að þetta muni taka allan fyrir áleikinn að koma liðan gang, hann missi Sigurmarinn og boltan á hættulegum stað. Nacho keyrir með hann upp. Er að koma sér í gott færi og skorar. Virkilega vel gert hjá Nacho. Hill skorar hérna á Þórsvellinum. Hann hattar ekki að skora hér. En þetta var virkilega klaufalegt hjá okkar mönnum. En vel klárað hjá Nacho. Það var leikmaður með 10, Ignacio Gil, sem skoraði mark Vestra. Þórsar byrja leikinn aftur. Aron Reynir hérna langa sending upp í horn. Jóhann Helgi lendir þess á honum. Ég veit ekki hversu alvarlegt þetta er. Það er mikil pirringur í mönnum hérna búinn að vera. Sýnist Egill dómari gefa Jóhann Helga guldspjald sem er nú alveg réttlætanlegt svona. Þó þetta hafi verið óheppni, hann lendir á honum þarna. Óheppni eða óþarfi, ég veit ekki hvort maður á að segja. Langur bolti fyrir Róbertu upp. Fyrir yfir alla. Skýr honum út af, vel gert. Jóhann Helgi kom inn svona inn á tegin allavega, hættulegri stöðu. Það er hornspyrna. Það var miklu betra, hugsa hratt. Ólafur Aron Pétursson tekur hornspyrnuna á vanda. Góður bolti. Róbert kýlir þetta vel frá. Beint á Viktor. Missir hann á Sigurmarinn á. Svenna. Svenni er ekki pressaður, þannig að hann getur bara tekið við honum frá ljótunum.
Kemur sennilega meðan langan upp núna. Að finna Bjarka. Rafa nær taka vel með bakinu. Ívo sem setur hann beint upp. Sjálfsagt Vestamenn bara sátti við stöðuna og ætla akkurat að gera þetta. Verja fram að hálfleik. Það er komin hálfleikur. Mjög undarlegu fyrirháleikur að baki hérna. Og eiginlega segja að liðin hafi aldrei farið í gang en Vestri hins vegar skoraði mark. Gjöf frá okkur Þórsurum, algjör, en virkilega vel klárið af Natsó. Tökum okkur smá hlé og komum svo aftur í seinni hálfleik.
Jæja, setni áleikur hafinn. Einn skipting hjá Þóri í hálfleik. Jakob Snær er komin inn á fyrir Ísaró, sýnist mér. Já, Ísaró er farin að velli. Jakob Snær er komin inn á, Jakob Snær Árnason. Kemur hérna hægri kantinn og þetta gerir Loftur Páll vel, góð vörn. Alvöru barátta. Kemur hérna Alvaro upp kantinn. Hundeltur, þrefald á hann er kominn á teiginn. Þetta er ekki víti. Lítið í þessu. Jóhann Helgi fær aukaspyrnuna. Þetta er enn þessar hárrétt. Það var klaufalegt hjá Rafa. Bauði Jóhann Helga upp á þetta. Kemur Aron á svæðið. Það er að lægja hérna hafgóluna, þannig að það er alltaf ótrúlega klókt að geta byrjað til suðurs á þessum blessaða velli á kvöldin. Þá fer maður hafgólinn í baki í fyrri og engan mótvind í seinni. Þetta þekkja mennin að vestan sjálfsögðu, alveg eins og við hér. En Aron er að taka aukaspyrnuna. Það er gaman að sjá kemur þessu. Kemur spyrnan. Víni beint í vegginn. Það var klaufalegt og illa farið með gott færi. Aron sendur á boltanum. Bjarki finnur hérna Jakob. Það er greinilega að reyna að ná í hornið. Nær því. Nei, nær því ekki. Fer aftur Jakob út af. Vel gert hjá Rafa. Lóbert í síðan undir að sparka markið. Þeir eru nú alveg örugglega ekki að fara að setja eitthvað grala tempo í leikinn. Nei, gamla klassíkinn að færa boltan til dagsbyrjað. Svona kemur hann. Vel gert hjá Bjarka. Unnið Túfa í loftinu. Það verður forvitnilegt að sjá hvernig Þórsar bregðast við að lenda undir. Ég held að þeir hafa ekki lent undir áður á tímabilinu. Þetta er Túfa komin í fínu séns en Svenni gerir þetta mjög vel. Nú verður allt vitlaust. Þórsar vilja meina að hann hafi gefið honum olnbogaskot í fallinu. Svenni liggur sárkvalinn, það gerir nú vestramaðurinn líka. Ég ætla bara alls ekki að fara að dæma um það hvað gerist þarna. Ég bara sá það ekki nógu vel. Það er hiti í mönnum, mikill hiti búinn að vera. Ég er til í að hleypa þessu upp hérna. Ég veit ekki hvað kemur á þessu, ég sé ekki hver liggur þarna heldur hjá vestra. Línuvörðurinn komin inn allir stilla til friðar með Agli dómara. 92, það er Steinar Gauti. Stendur hann upp þegar sjúkraþjálfarinn er komin inn á, þannig að hann þarf þá að koma út af vellinum. Sveinn Elíasar heldur aðeins andlitið þarna en það virðist nú ekki vera alvarlegt. Og þeir ræða saman. Og hann rífur upp rauða spjaldið. Já! Þetta var athyglisvert. Það er Túfa sem fær rauða spjaldið. Aron fær gult spjald fyrir sennilega að hafa teilst þarna, vil ég segja yfir honum. En ég tek það fram að Þórsararnir urðu strax alveg vitlausir. Þeir sáu eitthvað meira en ég. Það er algjörlega ómögulegt fyrir okkur hérna í stúkunni að segja til hvað gerist það. Túfa er allavega að fara út af, tekur sinn tíma í að rölta sjálfsögðu. Sjá þetta aftur. Já, við erum að horfa á þetta hérna aftur. Á
erfitt með að sjá, það eins og hann fari hérna með olbúan og undan sér í nái en það er svona taka hann fram að ég held að sem ekki nættu viljaverk á að fara þarna. Sjáum. Ekki staðið sem þessu núna. Ég er að horfa á endursýningunum núna. Sjá, þessi boltan frá sér. Ferða alltaf bara með mömmu heim? Nei, í vinnuna. Þetta er harður dómur, sýnist mér með að við að hafa hort á endursýningunum núna. Sýnist það nú bara allavega í næsta falli vera algjört óviljaverk að túfa, en hvað það? Sennilega segir reglurnar ekkert hvort að það þurfa að vera viljandi og óviljandi. Hann fór í andlitið á honum klárlega, en hann er nú meira bara að hoppa upp með hendurnar í þessu. Daniel Badu fær þarna guldspjald fyrir að vera fyrir. Nacho Gil ætti að forða sér í burtu því hann er með guldspjald. Það er ótrúlegur hit í þessu. Og alltaf þessu vant eru það ekki mínir menn sem er að valda hittanum, sem er ágætis tilbreyting. En ég elskum þetta hérna fórsvöldinni, skal ég viðurkenna það. Það megi alveg vera læti í þessu. En Ólafur Aron með enn einu aukaspyrnuna. Það er forvitnilegt að sjá núna hvernig þróunin verður í þessu leik. Það er vestramenn nánast allan seinni hálfleik einu færi. Og boltinn inn á teig, Jóhann Helgi og mark! Jakob Snær Árnason. Þetta var, þeir eru berjálaðir vestramenn. En það sýntist mér að Jóhann Helgi lenti eitthvað á hérna leikmanni vestra, en þeir eru ekki að fara að dæma neitt á þetta sko. Þetta held ég að sé ekkert á þetta. Það er nóg á áætliðum í þessu. Ég hef hins vegar alveg séð dæmt á þetta, en mér sýnist að þeir ræða nú saman hérna, Sveinn Þórður og Egill. En nei, það er ekki dæmt. Jú, það býtur nú við. Hann er að fara að dæma. Nei. Aukaspyrna. Þetta er ekki mark. Já. Ég er ekki frá því að Jóhann Helgi hefði farið þarna í leikmann vestra. Ég bara sveimi þá held að dómararnir séu aðeins að missa tökin á þessu leik. En ég get alveg skilið að þessi bent á þetta, það er ekki það. Skrítið samt að það getur svona langan tíma, en þessu skiptir engum máli, niðurstaðan er rétt. Undarlegt samt að hann rauninni flaggi ekki brotið, hann flaggar ekki brot og Egill Arnar dæmir ekki brot þegar að markið er skorað. Mjög undarlegt að gera það þá ekki strax og rauninni kallar hann ekki til sín. Það er Egill Arnar sem að labba til hans, en þeir náttúrulega eru klárlega að tala í kerfinu, það er ekki það. En við erum alveg örugglega að fara að sjá seinni hálfleik þar sem að Róbert Lagala tekur sér cirka 3 mínútur í hverja markspyrnu. Það er svona eitt af allra leiðilegasta sem ég horfa á. Það er alveg lág. Þú eru örugglega þreytt. Nei, getur bara hlaupið endalaust. Það verður líf í þessu. Það er alveg morgunljóst. Ólafur Aron vinnur hérna boltann, finnur Alvaro, setur hann á Jakob, en það var Ivo sem var hann á undan honum. Vestramenn eru konir mjög aftarlega og Þórsar er strax að gera það betur núna í seinni hálfleik sem þeir gerðu ekki í fyrri hálfleik. Það er að finna þessa menn framarlega á vellinu. Áðurinn er reyna að fara inn fyrir. Hermann fær hann hratt á Sigga Marinó. Siggi finnur Jakob. Jakob aftur á Sigga.
svona, Vestri spilar núna eiginlega með bara 4-4-1-1, en þið sjáuð hérna kannski, ég veit ekki hvort þið sjáuð það í mynd að vinstri kantmaðurinn hjá þeim dettur alveg niður í vörnina þegar þeir eru að sækja, eða þeir eru að passa upp. Kemur boltinn yfir á Jón Helga. Hann er ekkert í þessu. Halldór að minna á hana. Með langur upp. Loftur og Viktor í baráttunni. Loftur betur. Daniel gerir þetta vel, heldur honum. Jónas, nei, þetta er... Já, þetta svona. Það er eiginlega press upp á mannskapinn í stúkunni. Næsti bolti. Langur bolti hérna Sergin sem tekur hann niður, heldur hann inn á. Já, og hann farinn þessi. Farinn á Fossar einkast. Mílos mista hann út af. Svenni finnur Hermann Helga. Eðlilega setja vestramenn enga pressu á eftirstu línu og Þór. Bíða bara þarna niðri við miðlínuna. Bjarki finna Jón Helga upp í hornið. Gengur næstum því. Rafa gerir þetta vel. Já, þetta er aukaspyrna. Þetta keyrir hérna inn í Rafa. Þeir sturlast reyndar alltaf vestramenn þegar það er brotið á þeim. Þetta var auðvitað spjald og málið dautt. Algjör óþarfi að æsa sig eitthvað í því. Þetta er klaufalegt fyrir VKB í besta falli. Já, Rafa stendur upp. Það er eðlilegt að hann aðeins legið þarna. Það var vænt högg sem hann fekk. Já, það er alltaf að verða vitlaust í stúkunni. Róbert tekur sér sinn tíma. Já, fær gult spjald, enda einstaklega heimskulegt. Hann hefði átt að sjá það að dómarinn var búinn að vara hinn við. Já. Kemur hann upp, en hann er strax komið gult. Það er hættulegt að tefja mikið á gulu. Þeir mega ekki missi annan mann á velli. Bjarki finnur Jón Helga. Jói, ennum að finna Alvaro. Það er ræsingur í þessu. Já, Bjarki finnur Sigga. Siggi setur hann yfir á Hermann Helga. Hermann finnur Jóa. Jói út á kant á Jónas. Þetta er vel spilað. Svenni. Já, tíir hann upp fyrir Jónas. Næri ekki. Já, heldur hann inn á. Setur hann tilbaka á loft sem skiptir hann þá yfir á hægri vantarlega. Alvaro kemur djúpt að sækja hann. Já, finnur Bjarka. Já, næri ekki krossinum. Já, það vilja fá hendi. Ég held að sé nú bara andlitið út af. Þetta er beint í andlitið á honum. Já, það eru reyndar alveg vissur um þetta að vera hendi. Nei, það er bara hornspyrna. Ég hlýt að sjá svona svakalega illa. Ég stað bara að fara í andlitið á hann út af. Ég er samt að fíla það þessi hitt í mönnum. Við erum líklegir þannig Þórsarar þegar það er smá skap í okkur. Og kemur hornið. Þetta er æfingabolti. Algjör æfingabolti fyrir Róbert. Kemur Róbert með hann, hittir hann illa. Ólafur Aron vinnur hann. Vinnur strax konum með hann aftur. Sigri Marino. Finnur Hermann, við slum ekkert vera að dútla með hann nógu lengi í vörninni. Koma þessu upp. Byggjum sókn strax. Jónas. Jóa. Já, þetta er aukaspyrna.
Við fáum nóg af þeim. Og 30 sekúndur eftir. Svo ekki kortir. kemur Aron með spyrnuna. Góður bolti! Já, rángstaða. Jesús minn eini, það er rángstaða. Svo að dæma Tummurk á okkur, en hann flaggaði áður en að setja hann í markið. Þannig að það var alveg viss. Ég er ekki neitt með aðstöðu þess að ég fengi það. Það var Jakob Snær sem skoraði aftur. Það var alveg viss, hann flaggi kom leið og hann snerti höfuðið á honum. Já, það er aukaspyrna. Þetta er svona svipuðu skritt, við fáum aukaspyrnu, skorum mark sem er dæmt af og áfram gakk. Já, Jónas með boltaninn úti, finnur loft. Finnur svo Sigga strax. Já. Tegjum á þeim hérna aðeins. Láta hann hlaupa. Já, flott. Finnur svo setur hann örugglega á. Vel gert. Láta á hlaupa. Siggi Marino. Það er að finna Bjarka í hornið. Aðeins erfið bolti. Ekkert mál. Það er hættu að þetta verði svolítið uppskriftin í seinni hálfleik. Það er lífi í þessu núna, mikla meira lífi í þessu núna heldur en í fyrri hálfleik. Bjarki. Já, Bjarki vann bara skallaði mig, ég held að sé bara innkast. Rafa tekur. Sjá, já, það fann henn að halda þessu inn á, það er vel gert. Sýfir út af. Þeir eru ekki líklegir til sóknarlegra afreka vestri. Meðan þeir eru 1-0 yfir, þá er engin ástæða fyrir þá til þess að vera líklegir til þess. Sitt sem bara upp, engar átteknar, Viktor, jájá, síboltan, Alvaro, keyrir af stað. Þeir reyna alltaf strax að brjóta á honum. Það voru mikill pirringur. Þeir brjóta mikið, það er greinilega lagt upp með það að brjóta Alvaro en leið og fær boltan sem að er ekkert nýtt í þessu. Sjáum til. Við hljótum að skora og reynum að þessum 300 aukaspyrnum sem við fáum. Boltinn, þessi er á fjær. Nei, ekkert í þessu og langur bolti einfallega. Róbert Blakala ætla greinilega að gefa sér tíma í markspyrnurnar þrátt fyrir að vera gulu. Sjá, kemur að langur, ekkert að þessu, það má alveg taka sér smá tíma í þetta. Bjarki, já, gerir vel, stíga sigur út. Boltasækjarnir í fullri vinnu hérna. Amen, við því þurfum að fá líf í stúkuna líka. Stemning í þetta. Já, Alvaro, láta boltan ganga. Svona. Ólar Aron. Þú vilt ekki endilega setja hann í þennan mann. Þessi er snöggur. Sergin er rosalega snöggur. Hann er sannlega sem að þeirra helst að voni að breyka á okkur. Gerir hann vel hann, Mílos. Aron. Reynir að finna Jónasson upp í hornið. Það er erfitt að fara bakveg og þeir eru svona aftarlega. Nú náðu séns á skyndisókn. Bjarki stígur Sigurgreta vel út. Vantar aðeins aftur hugmyndaflug, fara aðeins utan á þá. Og ætlar það ekki að borða kækri? Koma sér í hornin. Það er líklegast þar.
erfitt með að hemja boltan. Já, Svenni. Já, nær honum fyrir. Þetta fínn bolti. Siggi Marín að færa hann. Finnur Bjarka. Þurfum við að fá góðan bolta. Jakob. Já, fer hérna fram hjá Rafa. Út á Bjarka. Og þetta á fjær. Og það rángstað. Enn markspyrnan. Hann enda miklu betri, sá Ástur. Situr ekki bara Nei, við eigum það ekkert alltaf. Það var að rífa þennan. Sjá, Nacho, finnur Sergin, gæðasending. Svenni gerir vel í að trufla hann. Sergin reynir að finna þarna Sigurgjöt þar á hlaupinu, gengur ekki. Og það er hann aftur inn í horninu. En, já, Jónas vildi nú fá þetta innkast, ég held að hann ekki verið til þess að dæma það. Það var greinilega að taka sér góðan tíma í þetta. Sergin Mahmoud og Fali á, það er ekkert í þessu. Jónas reynir hérna glórulausa sendingu. En það reddast, Aron tekur hann. Hann vil bara vilja hafa Alvaro uppi, hann er að koma svolítið mikið niður hérna og sækja boltan eitthvað. Jón Helgi. Já. Ívo liggur þarna eftir samstöðu Jón Helga. Róbert fær hér aðvörun á dómaranum. Það merkir einfallega það ef hann gerir þetta einu sinni þá fær hann rautt. Og þeir vilja ekki vera tveimur færi, það er nokkuð ljóst. Já, Svenni fær í boltan. Jónas. Nær ekki að finna Jó eða hvað, Jó. Heldur honum. Jón Helgi pressar aðeins, eins og þess að gera þetta ágætlega núna vestri. Eða hvað. Þannig já. Já, komur hann niður. Ná aðeins að halda honum, mikilvægt fyrir þá. Setjum pressu á hann núna. Já, Jó er nær að pressa hann, vinnur hann af honum. Eða hvað. Já, það enda ekki að spilna Jónas. Sýnist Palli vera að fara að gera tvöfalda skiptingu. Sölvi og Guðni vera að fara að koma inn á. Spurning hvort að ég hendi í alvöru sóknarleik. Síðustu 20. Guðni Sigþórsson og Sölvi Sverrisson. Kemur hann langur hérna upp, Alvaro, pressa hérna, Róbert, setur hann upp, Jónas, tekur við þessu, setur hann í Jóa, Jói og Ólafur Aron, finnur Alvaro, já, það er góð vörn hjá Friðrik, Nacho með tíma hérna, fyrir þetta vel, það skildi það aldrei vera að hann yrði maðurinn sem skoraði eina mark þessa leiks. Frábær leikmaður Nacho Hill. Daniel Batu. Hérna vel, fellur, ekkert dæmt. Siggi Marín á. Komum upp völlinn.
Nacho finnur hérna Friðrik, Blanda að starta saman í það. finnur Ivo sem finnur Nacho. Þeir eru að ná að spila þessi betur út úr þessu núna heldur en áðan. Meiri kraftur í þeim. Nacho allt í öllu hjá þeim. Daniel finnur Sigurd. Fjón tilbaka. Þannig að halda honum mjög vel núna. Hann ekki búinn að halda honum nógu vel uppi. Hann Viktor Júlíusson, hann að gera mun betur, búið að vera svona ákveðið kæruleysi í honum. Rafa kemur hérna upp. Hefur litla aðstoð. Flottur. Komast fyrir. Kemur skiptingin. Kemur Jóhann Helgi út af. Og Svenni. Og allan að bæta í sóknina. Það er nokkuð ljóst. Fróðilegt að sjá hvernig við beitum þessu. Sýnist við förum í 3 manna vörn og þá eru það Bjarki Loftur og Hemmi niður honum. Jakob og Guðni verður þá í vingbökkunum. Þeir verða ekkert í vingbökkunum, þeir verða bara kappmenn. Það er þá Sölvi og Alvaro frammi. Sölvi mikil markaskorari á yngjurflokkum. Skoraði á móti Reyni Sandgerði. Ég held að það sé örugglega eini leikurinn sem hann hefur fengið margar mínútur í. Skoraði þar. Og vonandi fyrir okkur heimamenn setur hann leikinn í dag. Alvaro að reyna að finna sér pláss hvað sem á vellinum. Bara komast í boltan. Jakob finnur Alvaro. Já, vel gert. Já, ná komast fyrir þetta. Það er svolítið að reyna að þræða nálarauga hérna. Hermann. Hérna Jónas og Aron. Hérna Jónas aftur, það var erfið sending. Jónas gerir þetta vel. Nei, góð vörn hjá Ívó, það er ekkert á þetta. Ekkert á þetta. Já, Bjarki hendur hann strax á loft. Tími líður, 72 búnar. Þannig að það heyrist ágætt í stúkunni. Það er búið að vera meira líf í stúkunni núna heldur en svona síðustu 5 ár. Bil. Það er frábært en við þurfum að fá úrslitin á vellinu líka. Kærulaus sending hjá Loft sem tekur gula. Skynsamlega brotið enga síður. Þetta var mjög klaufaleg sending. Fékk hann ekki gula? Sá það ekki, það hljóta að fengi guldspjald fyrir þetta. Langur bolti upp, þetta beint í hendurnar á Aroni sem hefur náttúrulega nánast ekkert þurft að gera nema að taka boltan í netið þarna og verja frá Sergin í byrjun. Færi í þetta. Þetta eru 3, já, við erum í 3-4, 1-2 Jónas hérna bara fremstur á miðjunni fyrir aftan Sölva og Alvaro. Svo erum við eiginlega bara með alvöru kantmenn hann í og Vækjálf. Það vinnur fyrir hann. Það verður svona típist, ég bara, já, ekki svona. Aftur, finnur Aron. Já.
Sí. María, kannski að við horfum eitthvað. Eiginlega bara betra fyrir Hvað gerðist? Hver á hann? Gistur í skólanum. Nei, hún gistur með mömmu svona pappa. Nei, ertu ekki með mömmu? Já, Róbert undrar sig bara beint út af. Hótelið? Ekki komið gott færi hjá Þór núna í 10 mínútur og við erum að senda boltan frá okkur alveg á eins kæruleysislegum stöðum og Ekki nógu mikið. Ég lót sér eins og ég segi, vestra liðið er gott og það átti engin von að vera en erfiðan leikina. Rafa með plás, kýs að skera inn á völlinn. Já, hefur hann ekki kemst fyrir. Þetta er farið í guldspjald fyrir þetta. Það er guldspjaldið. Hann var alltaf seint í hann, sko. Þetta er hálfglórulaust hjá dómaranum að allavega hugsa ekki málið aðeins lengur. 11. Sama tíma ég líka. Þetta er ekki alveg... 1, ekki 2. Þegar Palli er orðinn reiður, þá Nennir þetta að vera beint, þetta er Palli Gísla fá guld. Ég hef ekki oft séð Palli Gísla fá guld. Þetta ánægði með þetta eiginlega, það er passion í þessu og nú þurfum við að nota það síðustu mínúturnar eða rífa okkur í gang. Nota reiðin á réttar hátt. Við höfum að vera góður í því. Já, háða í stúkunni og nú var bara að nýta þetta, einbeita sér. Láta það ekki byrja sig of mikið. Hvernig er ekki að finna, við erum að reyna að fara of mikið í gegnum miðuna. Hermann, nú Sergin kemst í boltan. Hann er rosalega snöggur. Og nær honum fyrir. Fyrir Jakob upp. Já, losar hann. Svona. Rafa. Þannig já. Kemur krossinn. Eða hvað? Góður bolti á fjær. Það er enginn sem er grátlegt. Það verður henda á Guðna. Hann er ekki vinsæll sem stendur, svona Egill dómari. Við þurfum að vera miklu sneggri að kveikja sóknarlega. Við erum á lengi að keyra upp. Jakob. Já, nær hann út. Nei. Gett sér ekki að binga síður. Hann er búinn að vera hættulegur eftir að hann kom inn á. Nú erum við búin að ná vestra alveg niður í reipinu sem maður segir. Já, fá hann út, koma hann upp fyrir. Út og fyrir. Wow. Vel gert. Já. 10 mínútur rúmar pluss viðbót eftir. Róbert er að leika sér í eldinum, tekur sér góðan tíma. Svona, kemur hann langur upp. Sikki á Nacho í baráttunni.
Já, það liggur Daniel Batu. Það ekki svona mikið á honum, ég get bara sagt ykkur það strax. Það nákvæmlega ekkert á honum. Stattu bara í fæturnar og áfram gakk. Spánverjarnir ræði þarna saman á tilfinningar þar. Já. Kannski hann upp. Ívo setur hann tilbaka. Rannstæður. 100%. Viktor. Það aðeins svo mikið púður fyrir að fara samt í dómaran núna og vinna í fótboltan. Við þurfum að fókusera, við þurfum að koma okkur miklu ofar. Það vantar meira hugmyndaflug, við erum alltaf að keyra þarna inn, þetta ógeðslega erfitt að fara í gegnum það þarna. Þá er aukaspyrna á álitlegum stað hins vegar. Og ekki taka hana snöggt, Jónas minn, please. Tökum við það inn. Ég segi þetta þorpið! Já, nú fara ekki. Ég ánægði með vallaþurinn, hann reynir allavega. Guðrún, ert þú bara að fá Spangir? Já, þetta virkaði samt. Fáum þetta mark. Hann dæmdi ekki víti, ég veit ekki hvað hann er að gera. Já, hérna. Já, það þurfa næstu. Hann er ekki að dæma víti allavega, ég held að hann sé að dæma. Hann er að fá aðhlýningu, hann er Robert Blakala. Ætli að stefningi verðum hérna góðar 8-9 mínútur í viðbót. Ég veit ekki hins vegar, hann stoppaði bara leikinn eðlilega ef Róbert lá. En ræða hérna saman. Ég veit ekki alveg. Sá ekki hvað gerðist með Róbert, hann fór hann inn í þöguna. En þegar ég fæ plast yfir þá verð ég gutt, þá verð ég ánægð með minn. Bara 30. Það er Jónas spjald fyrir mótmæli. Ekkert nýtt þar. Hann virðist vera að dæma sóknarbrot. Eins og áður á tekur hann sér samt svolítið tíma í þetta og það er allir leikurinn búin að vera í gangi í 2-3 sekúndur. Þetta er mjög sérstakt. Lætur boltan falla á markmanninn sem, já, þetta er svoleiðis auðvitað. Hann dæmir ekkert brot, hann lætur hann falla á markmanninn. Þetta er bara ekki meira tegandi. Ég fer þér. Dæmir metara senna, þannig að Vestri hafi verið með boltan. Fara til hans. Skiptir engu máli. Fyrir hans. Róbert skilar hann bara beint aftur á Hermann, skallar hann fram. Natsjó, missir hann út af. Hann fyrir að styttast all hressilega í þessu. Sölvi, Jakob, upp á Sölva. Þetta er nú að verða hálfútgjöru brandari, sko. Þá liggur
Rafa eftir að hafa brotið á Sölva. Hann gæti hins vegar hafa fengið höndin í andlitið. Ég er ekki þannig geður, ég ætla mönnum að liggja fyrir ekki neitt. Bandarinn er hins vegar. Hversu mikið þetta er búið að gerast í seinni hálfleik. Þetta gengur ekkert. Vont fyrir Vestra samt að missa Rafa út af því að þeir eru tveimur færri. Ef ég væri hjá Þór þá myndi ég bara einfaldlega setja allan á teginn. Það er auðvitað að þeir eru fleiri í tegnum því að Rafa þarf að fara út af vellinum eftir þessa afhæfingu. Þeir geta einfaldlega ekki dekka alla. Hann hefur fengið höndina í andlitið. Annars þarf að hætta núna að hlera sig. Bolti. Það getur stilinn að Sölva. Það gengur helviti brösulega hjá mínum mönnum að skapa sér færi. Það ætla að vera dýrt þetta stöðuga einbeitingarleysi sem átti sér stað í fyrri hálfleik. Bjarka. Fór á innkastið. Sölva Jakob út á loft sem kemur meðan fyrir. Bolti. Fram, loft, svo voruð mikil einstefna núna. Það er samt voðalega þægilegt. Það er líka ekkert nauðsynlegt. Skynsamir Vestramenn eru að hróskilja fyrir það. Þeir setja boltan alltaf akkurat, setja mannskapinn akkurat það sem skiptir máli. Nú er Jónas í færi hins vegar. Það er ekki að skjóta þessu markið. Bjarki, það er að stíga Nacho út. Svo finnur Jakob. Fer á færingkastið. Það er mikil spenna hérna á vellinum. Bjarki og Jakob tvengja, kemur krossinn. Á vinstri þá. Góður bolti! Og enda skall hann út í teginn Sölvi. Þá fór hann yfir Róbert í markinu. Jæja. Skipting hjá Vestra. Leikmann nr. 17 er að koma inn á, það er Gunnar Jónas Hauksson. Það er hann Viktor Júlíusson sem kemur út af. Lið Vestra gerir breytingu á liði sínu, úttakið með leikmann með 21 Viktor Júlíusson og inn á leikmann með 17 Gunnar Jónas Hauksson. Já, kemur spyrnan.
hann, finnir Loftur og Bjarka. Já, ná að tengja vel, Jakob kemst þarna inn fyrir Rafa. Nær honum út, Jónas. Hendi! Hann ætlaði að dæma, hann hætti við þegar hann sá færið. Þetta var rosalega sérstakt. Þú vilt alltaf hafa vítið. Hann kom með flautuna í kjaftinn. Það er eiginlega ótrúlegt að þeir hafi ekki séð þetta. En upp úr þessu kom reyndar gott færi. Herðu, það er konar 90 á klukkuna, ég reyndar bara sá ekki hennilega hvað var bætt miklu við. Þór eru regla meir og þeir eru meir. Okkar er starfu. Nei. Okkar er herri. Það er að verða virkilega stutt í annan endan allavega. Vel verið að við getum verið ósáttir við einhverja dóma en öll eru Botnic-Holt þá... Hvað? Alltaf að taka neða? Nei, bara núna. Það var náttúrulega okkar eigin klaufaskapir sem við verðum okkur þossum að falli hérna. Já, þá aukaspinnu. Þá varum við bara... Eins og vorum fyrst og þú myndi tala ennþá. Það getur verið einn af síðustu sessunum, ef ekki sá síðasti. Stundum þarf ég bara að vera ekki nálægt þegar fólk er örugglega bara... Hver? Bróðurinn? Ó, mæ! Er hann lítið? Það er enga... Bolti, hot. Getur hann talað? Hann er 30 ára. Tekur Aron undan með vinstri. Inn! Gott færi á Alvaro og setur hann yfir. Þetta var deddari. Það er skotinu þarna af Martveig. Og setja þetta á ramman, drengur. Ég verð að viðurkenna að ég hef bara ekki hugmynd hvað er mikið eftir. Það er ekki búið að sýna það á klukkunni, nei á töflunni. 93,5 búinn. Ég bara veit ekki hvað hann bætti við miklu. Það er Loftur að takla boltan hana. Kemur Jónas í góðri stöðu. Aukaspyrna á hættulegum stað. Þess má geta ef að stúkan okkar réði þá væri Vestri með 4 leikmenn inn á. Það væri komin með ansi mörg rauð. En hún ræður ekki og nú er hins vegar fyrir Ólaf Aron að setja á markið. Sjá. Ná að hreinseta, Siggi fær pressuna í bakið, tekur ætlaði að setja henni upp, hitt hann illa, hérna fær Vestri tíma þetta sekundur.
sér eðlilega góðan tíma í þetta. Mér finnst ekki gaman að hlaupa svona. Þeir eru að landa þessu, gestirnir. Ég er alltaf eins og þér því ég er með þriðja. Þetta hefur verið Nema ég kannski pirrandi að vera einu fleiri allar seinni hálfleik og ná ekki að skapa sér meira en raun ber vitni. Já, það hafa líka verið rosalega skynsamir vestramenn í varnarleiknum. sem á móti þér á kantinum og gerir þetta. Svo er ég búin að hlaupa fram hjá þeim inn á Stundum bara miðjuna. aðeins yfirvegun, smá flókindi. Gaman, sko, það er bara... Þannig að Ég á samt eiginlega alltaf betri seinni hálfleik heldur en fyrri hálfleik. Ég held að sé að það er svo margir orðnir þreyttir. Það var ekki þetta leysast upp í eitthvað hérna svona, nú þarf Aron bara að húfa þessu inn á teginn. Ok. Þetta reyndar. Og svo kemur boltinn á fjær. Þetta er að fjara út. Þegar maður er svona stór, þá æfir maður bara eina í. Gerir þetta vel. eins og María. Guðna, þeir eru bara að gera þetta vel vestramenn. Ég hef ekki færi á sér. Þá má hún ekki æfa neina í. Ég má sem fara skíði, það eru sömu samlinga að fólk má ekki skíði. Við erum ekki að ná að krossa þessu í fyrsta mann. Við erum bara ekki að ná að skapa okkur eitt. Þá er það sannilega búið. Þá er eina sókn en nei, við getum ekki svona hent á mann. Þurfum að vera með smá viðvöðun þá við sem að líta okkur. Jónas vindur nú bara Sigga. Siggi setur hann inn á teginn. Svo og vanda sig. Nei, við náum honum ekki yfir fyrsta mann. Það er Sergin og Siggi maðurinn á hérna í kappi. Hann nær ekki halda honum inn á. Það var klauðrætt hjá honum. Hann er ekkert að gera sig líklega ennþá til þess að flauta af. Myndi vilja sjá miklu fleiri bolta þarna inn á hættusvæðið. Þetta er rosalega erfitt og rosalega illa framkvæmt hjá okkur að fara ekki með boltan inn á hættusvæðið í svona stöðu. Já, það er sigur hjá Vestra. Þeir fagna þessu eðlilega mikið. Fyrsti sigur þeirra í deildinni held ég alveg örugglega. Við þökkum fyrir í dag og óskum Vestra mannum góða ferðar heim.